Snjólaug María Jónsdóttir Íslandsmeistari kvenna í skotfimi en hún æfir með félaginu Markviss á Blönduósi. Snjólaug, ertu til að byrja að segja mér bara hvað skotfimi? Og hvað gengur þessi íþrótt, kannski öll heldur? Já, sem sagt í skotfimi þá keppumst við það það eru dúfur sem að fljúga úr þessum tveimur húsum sem eru hérna fyrir aftan okkur. Sem sagt þær fljúga sitt á hvað og markmiðið náttúrulega að ná að skjóta sem flestar. Sem sagt í þessu skít hjá okkur. Það eru til fleiri skotfimigreinar en hérna hjá okkur keppum við bara í skít og svona að mestu á Íslandi líka en hitt að aukast. Og hvernig kom það til að þú fórst að æfa þessa íþrótt? Herðu, ég var nú bara eiginlega dregin út í það. Nei. Ég sem sagt kynnist manni hérna á Blönduósi og hann á kafi í þessu. Þannig að ég var ekkert spurð, ég var bara dregin upp á skotsvæði og látin prófa. Og þetta var bara mjög gaman. Þannig að ég lét bara til eðast og bara hélt áfram. Hvað svona skemmtilegt við þetta? Þetta bara svona hvað segir maður, svona kick sem maður fær út úr þessu en þetta rosaleg einbeiting sem þarf að vera til staðar, mikill fókus. Það þýðir ekkert að koma beint á djamminu og ætla sér að fara að skjóta því að einbeitingin þarf að vera alveg 100% á svæðinu. Þannig að það bara svona, þú getur verið svolítið einn með sjálfu þér. Og félagið hérna á Blönduósi, þetta orðið býsna stórt, segðu mér aðeins frá því félagi. Þetta félag var stofnað 1988, var mjög virt svona í byrjun, svo kom í það smá lægð í einhver ár en var svo rifið upp aftur í kringum 2000 minni mig og í dag eru við 80 félagsmenn sem eru skráðir í félagið. Og það eru 80 félagsmenn hérna á Blönduósi og á svæðinu hér í kring, en hvernig þetta á landsvísu? Það er alveg slatti af fólki. Þetta eru, ég man ekki hvort það séu, yfir 6000 skotmenn á landinu. Þó svo við séum kannski ekki öll skráð í skotfélög beint, en það náttúrulega mikið veiðimenn sem náttúrulega eru með bara sömu réttindi og við. En aðra hugsun og nálgun með vopnið. En ertu í veiði líka? Svona gera það hnannaslæði. Ég hef verið á öndinni aðalega bara. En konur almennt, mikið af konum eins og á Íslandi sem eru að æfa skotfimi? Nei, því miður. Við mættum vera mikið fleiri. Jú, það fullt af konum með skotleyfi, en það sjást því miður ekki mikið á skotsvæðunum. Það væri miklu meira gaman að við værum fleiri. Og til þess þá höfum við verið að halda svokallað kvennamót sem heitir Skyttan og haldið einu sinni á ári, svona yfirleitt í lok tímabils. Og það svona til þess að reyna að fá konur inn og koma og prófa. Þetta auðveld mót, það gert ráð fyrir að þú sért nýbyrjuð, það verið jafnvel aldrei skotið úr byssu og þetta bara til þess að fá konuna til þess að koma inn og prófa, vera með, hafa gaman að þessu. Og í lok þess mót þá krýnum við nýliða ársins og svo það svokölluð Skyttan, þær sem eru vanar að keppa og skjóta. Akkurat. Þannig að það eru 2 titlar í boði á þessu móti, þó kannski ekki mót sé. Nei. Þú ert núverandi Íslandsmeistari kvenna í skítskotfimi. Já. Ertu til í að koma með mér hérna aðeins inn og sýna mér allavega nokkra bikara og kannski byssuna þína? Já, ekkert mál, endilega kíkjum. Jæja, herðu, hér aldeilis magn af bikurum. Þú byrjar 2012 en ert samt komin með svona dágóðan slatta af bikurum. Segðu mér aðeins frá söguna bak við nokkra þeirra. Já, ég byrjaði að æfa 2012 en ég fyrir ekki að keppa fyrir 2013 og tók fyrsta árið mitt alveg með trompi. Ég tók Íslandsmeistara og bikarmeistara á fyrsta ári. Þetta má segja afrakstur að hluta fyrir árið 2015. Það Íslandsmeistari kvenna og svo erum við með svokallað Norðurlandsmót sem eru bara félögin hérna á Norðurlandi keppa Norðurlandsmeistara. Hingað til hefur það bara verið Norðurlandsmeistari en það var ákveðið á síðasta ári að í fyrsta skipti var afhentur Norðurlandsmeistari kvenna, bikar fyrir það. Og hann hérna í miðjunni og svo það kvennamótið okkar, Skyttan, það hérna á endanum. Þannig að þetta rauninni bara 2015? Þetta bara 2015, brotthaf 2015.
það var ekki pláss í bílum. Og svo ertu með hérna, náttúrulega, byssuna. Er þetta eitthvað svona ákveðin tegund eða? Þessi byssa heitir Soli sem að ég og svo maðurinn minn notum. Þess að við erum með sitt hvora byssuna sjálfsögðu. Þetta er byssa upp á 360 skall cirka. Tvílipa sem að við notum. Þetta er svona helsti búnaðurinn sem við erum með hérna á borðinu. Derhúr eru mjög mikilvægar upp á öryggi þegar dúfurnar eru að brotna því þær geta komið fljúgandi átt til okkar og þá er það derið sem að ver andlitið á okkur og við erum með spes skotglerugu upp á að verja augun ef að brotin koma. Og svo erum við í þessum skotvestum sem að eru nú meira svona upp á að auðvelda okkur hvernig byssan og annað kemur upp í öxlinn á okkur. Það er ekkert sem er að þvælast á fyrir okkur, þá er engin föt sem þvælast fyrir og svo náttúrulega geymum við skot í þessu. Og svo náttúrulega erum við með heyrnarhlífar eða eyrnatappa, það er misjafnt hvað fólk vill nota við það. En hvað þarf að þínu mati góður skotmaður að hafa? Hvað eiginleika? Einbeitingu og jákvætt hugarfar. Að sem sagt, ekki festa þig í því sem sagt, ekki í neikvæðri hugsun. Þú veist, þú átt ekki að vera að spá í það er vindur eða